fyrir þig. Já, komið sæl, en einn róleg dagurinn að kveldi komin hjá okkur og eins og sjáum að gera tunglamyndinni hér að þá var sólríkt bæði sunnan og vestan til á landinu og það voru einnig göt í skýjahölnu hér á norðaustur horninu. Nokkuð svipar eða áþekkar hitatölur, hámarkshitatölur og í gær, 19 stig á Suðurlandi, voru 19 stig fyrir norðan í gær og hvað var það svona stóru myndina og stöðuna og breytingar á stöðu til morgun sem á næstu daga þá sjáum við að það var svona veikur hæðarhryggur yfir landinu í dag og við látum þessa hreyfimynd aðeins ná inn á helgina til þess að sjá svona hvernig þróunin verður. Það sem skiptir máli varðandi helgina jú þessi lægð sem að koma hér inn á Grænlandshaf á föstudaginn og hún mun kannski valda aðeins svona meiri vætu þá í þessu hjá okkur hér sunnan og vestan til á landinu. Ég svona aðeins verið fram og tilbaka spátnar með þetta en allan lítur þetta svona út í augnablikinu. Loftmassinn, hann nú svona sæmilega mildi getum við sagt, við erum nú ekki að fá hita yfir 20 stig í honum þrátt fyrir að sólar njóti við og það svo sem ekki mikið sem breytist með það næsta sólarhringinn og svo er ég að sjá að það kólni aðeins loftmassinn þá eftir helgi. En á nærsviðinu getum við sagt að þá geta verið að myndast skúrir í innsveitum landsins, það er kalt í háloftunum að þetta er svona orðið aðeins óstöðugt hjá okkur og þróunin til morguns við sjáum að það er svona norðan leki í þessu og vindur yfirleitt hægur og virðist vera að við fáum svona nokkuð svipað stöð á morgun við fáum bjarta kafla víða sunnan og vestan til á landinu og hvað var þar mengun frá góðstöðinni og í litla hrúti að þá gerist þessi spár áfyrir að mengunin muni dreifast til austurs á morgun en auðvitað nú aðeins svona farin að þverra krafturinn í góðstöðinni þannig að við erum hugsanlega að tala minni mengun sem að dreifist þá ekki jafn mikið. En klukkan 15 á morgun er staðan á þessa leiði og vonum því að það geti komið bara nokkuð góðu sólarkaflar víða land, síst erum við að tala þó úti við norðurströndina og norðausturströndina, en alltaf hætt við því að það geti komið ein og ein skúr, sérstaklega á vesturhelmingi landsins, en þetta eru svona voðalega máttlausu skúri getum við sagt og við erum á ég vona að það verði nú fáir sem að muni upplifa það á morgun. Hámarkshiti, við fáum sjálfsagt í dag, líkt og í dag 18-19 stig hér landið vestanvert eða sunnanvert, síður fyrir norðan og síðan svona aðeins að breytast hjá okkur til föstudags, þá kemur þessi lægð nær og hún kemur náttúrulega með raka upp á landinu og áttum verið smá saman sunnanstæðari á föstudaginn og því mun draga fyrir hér sunnan og vestan til á landinu en lítur út fyrir að vera nú sæmilega bjart yfir á norður og austurlandi og við sjáum hér bláa flekki í þessu, ekki endilega mikil úrkoma í þessu á föstudaginn. Þannig að það nú svona jákvætt ef við horfum til Vesturmannahelgarinnar. Staðan klukkan 15 á föstudaginn og þessa leið, það svona suðurlega breytilega á 3-8 metrar á sekúndu, getur dropað eitthvað bæði svona á suðvestur og vesturlandi, síður á suðausturlandi og norðausturhorni landsins. En eins og áður sagði ekki mikil úrkoma og slitrótt að auki og hvað var að Norðurlanda þá verður sólríkt þar en loftið það óstöðugt að það geta mynda skúrir þá sérstaklega inn til landsins. Laugardagurinn svona kannski sá dagur sem ætlar að verða okkur erfiðast og hvað varðar Verslunarmannahelgina, allan að að sjá að verði meiri úrkoma í þessu þá og geti komið bara nokkuð góða dempur sem svona spilla Verslunarmannahelga gleðinni getur við sagt en það vill nú þannig til að þetta nú bara tímabundið ástand því á sunnudaginn þá reynda bara komið fínasta veður víðast hvar á landinu, það er svona spurning með skúradempur hér á suður og suðausturlandi, öruleiti ætlar sunnudagurinn að verða bara nokkuð bjartur og fínasta veðurinn víðast hvar á landinu. Þannig að við skulum svona aðeins fylgjast betur með hvernig helgin mun þróast, þannig við munum allan að fá bara fínasta veður á morgun og útið fyrir svona heilt yfir þá verði Verslunarmannahelgin bara alveg prýðileg. Segjum það gott að veðri í bili, verið sæl.